Formaður Jafnréttis- og mannréttindaráðs Kópavogs gagnrýnir harðlega svokallað Dirty Night kvöld sem haldið verður á skemmtistað í bænum helgina. Viðburðurinn sendi slæm skilaboð út í samfélagið. Dirty Night kvöld hafa verið haldin á skemmtistöðum víða land nú síðast á Selfossi í byrjun október en þessar myndir eru þaðan og birtast í auglýsingu fyrir laugardagskvöldið á YouTube. Þar gefur að líta unga kvenmenn dansandi á nærfötunum en stúlkurnar taka einnig þátt í að bera fram drykki. Ég ætla að slauka honum! Þú ekki tekið stampinu, Björki? Nei. Segðu satt! Ok, einu sinni sko. Kvöldin hafa verið umdeild í sveitafélögunum þar sem þau hafa verið haldin og fréttastofa hefur heimildi fyrir því að börn undir lögaldri hafi sótt þau og tekið þátt en kvöldin eru fyrir 18 ára og eldri. Samkvæmt lögum hvorki heimilt að bjóða upp á nektarsýningar né gera út á nekt starfsmanna eða annara á skemmtistöðum. Nú stendur til að halda Dirty Night kvöld á skemmtistað í Kópavogi á laugardagskvöldið. Á fésbókarsíðu kvöldsins þar sem tæplega 400 manns hafa boðað komu sína segir að boðið verði upp á sjóðheita nærfattasýningu, drykki af kvenn- og karlmannskroppum, dansbúr, dansandi gyðjur og erótíska kvikmynd á breiðtjaldi. Við höfum verið að velta upp hvað við getum gert vegna þess að á meðan ekki verið að brjóta lög bersýnilega að þá getum við voða lítið gert. En spurningin hvort þetta sé raunverulega nektardans því hvar liggja mörkin þegar að stúlkur eru farnar að dansa á gegnsæjum nærfötum. Það er verið að gera þessar stúlkur, það er verið að nota þær sem drykkjar í ílát, það er verið að horfa á þær dansa í búrum og það er meira að lyfta að káfa á þeim bara eins og þú ert að káfa á bánsa eða eitthvað slíku. Þetta er eins og ég segi, þetta er mjög slæm skilaboð til ekki bara stelpnanna okkar, heldur líka strákana.